Já, komið þið sæl, ég heiti Frosti Gíslason og nú ætlum við að fara yfir nokkuð grunnatriði í Inkscape og ætlum að búa til einfalt nafnspjald til þess að leysiskera. Við byrjum alltaf að athuga í hvaða einingu við erum að vinna með. Við erum vön í FabLabinu að vinna í millimetrum, þannig að hérna stillum við á millimetra. Blaðið sem við sjáum upphaflega er semst A4 blaðið eða 210 x 297 millimetrar á víddina. Mér finnst gott að fara hérna inn í Snap og losna við snappið, þannig að þá færi ég þetta hérna alveg til hliðar og í staðin fyrir always snap að only snap and closer than 1 mm, eitthvað slíkt. Og þá erum við tilbúin að byrja, búin að stilla einingarnar og getum ákveðið stærðina á síðunni okkar. En við munum fara betur í það á eftir þegar við látum hlutin passa utanum hlutin sem við hönnum, eða blaðsíðuna passa utanum hlutin sem við hönnum. Við byrjum á að búa til hérna svona kassa og ef við sjáum ekki kassan þá geta verið tvær skýringar, að annars vegar vantar að setja lit á hann, eða ef við förum sem sagt í Object Fill and Stroke, að þá getur verið að við þurfum að auka sýnileikan í 255 hérna, ef við erum með þetta á RGB. Hérna erum við búin að búa til rétthyrning. Ég bjó bara til einhverja stærð, en við getum alltaf farið hérna í það sem ég kalla valtólið eða píluna hérna uppi og þar getum við skilgreint stærðina nákvæmlega sem við viljum hafa. Í þessu tilfelli ætlum við að hafa hann 80 mm á víddina og 50 mm á hæðina og það sem við ætlum að gera líka er ef ég zooma hér að þá smelli ég hér á Create Rectangle tólið, sama á F4, og þá get ég hérna, nú zooma ég aðeins út, og þá get ég dregið hérna í þessa hringi, eða ég get skrifað hérna að ég ætla að hafa hann rúnaðan, læt RX verða 10 og RY verða 10 líka, þá verður hérna rétthyrningurinn rúnaðar. Svo er það þannig að hérna getum við líka stilt sem sagt litin á útlínunum, förum í Stroke Paint og svo getum við farið í Stroke Style og ef við ætlum sem sagt að skera hérna í gegnum, hérna sjáum við útlínunar, ef við ætlum að skera í gegnum hlutin, að þá látum við hann vera 0.02 mm. Ég held núna og svo íti ég á Enter. Svo hérna ætlum við að útbúa hring, þá held ég inn í Control-takkanum til þess að hlutvöllin í honum haldi sér. Ég hef hann fjólubláan til þess að við sjáum hann betur. Nú, svo smellum við á, förum í víddina hérna uppi. Hérna er sem sagt, ítum á vidd, tvöfalt það eru 4 og hæðin á að vera 4 líka. Nú, svo ætlum ég að velja, ég held inni Shift og vel bæði fjólubláa hringin og græna rétthyrningin. Þá fær ég Object Align og þar velji hérna miða við Biggest Object og ég segi farið inn í miðjuna á Horizontal Axis, Center on Horizontal Axis og svo fær ég hérna Align Left Edges líka. Nú, hann er of nálagt endanum þannig að ég held inn í Control og ég færi hann aðeins til hliðar. Þegar ég held inn í Control-takkanum að þá færist hann aðeins í eina átt í einu, þannig að hann er áfram hérna í miðjunni. Næst sem við ætlum að gera er að skrifa hérna texta, þá smelli ég hérna á A-ið til hliðar og ég smella músina og dreg hana til hægri og hérna ætla ég einfallega að skrifa FabLab og ég þarf að stækka hérna textabóksið með því að smella á kassan hérna í horninu. Vel textan, ég fer inn í textant font og þar get ég valið úr mismunandi leturtegundum. Að þá get ég smellt á hérna niðri þangað til ég er orðinn ánægður. Og svo er annað sem við þurfum að læra, það er hvernig við skölum hlutina eða sem sagt
hvernig við breytum stærðinni. Ég legg til að sérstaklega þegar við erum með stafi og annað slíkt að við læsum hlutföllunum, þá smellum við hérna á lásinn og þar með haldast hlutföllin í lagi þegar við minkum eða stækkum stafina. Ef við gerum það ekki, ég ætla að taka þá lásin af, þá er hættan að þetta gerist, að stafinu verða allt og teygðir eða of ljótir. Þannig að ég heiti á Ctrl-Z, fara tilbaka, þannig að við læsum hlutföllunum. Þannig að nú einfallega ætla ég að setja hann inn í miðjuna á horizontal axis, held inn í Shift, fer í Object og Align, Object Align, ég segi farið í miðjuna við Biggest Object. Og nú er svo komið að við ætlum að undirbúa nafnspjaldi fyrir leysiskurð og þá fer ég í Object Fill and Stroke og af því ég vil ekki að skera í gegnum stafina, þá ætla ég að slökkva á útlínunum þar. Þannig að þá hef ég á X eða No Paint þar. Ég ætla að skera í gegnum þennan ring og ég ætla að skera í gegnum þennan græna ring líka. Við gætum þess að sýnileikin sé alger, þar að segja við séum með 255 hérna í opacity og sama líka þurfum við að hafa 100% opacity hérna niðri. Ég smelli á Stroke Paint, ég vel rauðan lit hérna alveg til hægri, 255 þar, og fer í Stroke Paint og þar einmitt athugum við hvort við séum ekki með 0.02 og ítum á Enter. Og næsta sem við ætlum að gera, við ætlum að taka af fyllinguna hérna, af því að við ætlum bara að rastera stafina, við ætlum að brennimerkja stafina en skera bara út með hérna rauðu línunum. Og við sjáum ekki rauðu línunar, maður sjá. Ég ætla að fara hérna. Við sjáum ekki rauðlínuna nema við zoomum hérna vel að. Þannig að ég smelli hérna núna á Fill og ég heiti á X þar og rauðlínunar eru hérna utan með. Og næsta sem ég ætla að gera er að ég ætla að láta blaðsíðuna passa utan og þá fer ég File, Document Properties, File, Document Properties, smelli hérna á Resize Page to Content, Resize Page to Content og Resize Page to Drawing. Og þetta allt í millimetrum og næsta sem við gerum, við ætlum að vista þetta fyrst. Maður vista þetta sem bara kassi 2.svg og svo fyrir leysiskeran þá ætlum við að vista þetta á PDF formati og þá fer ég bara í File, Save As og kalla þetta kassi 2 og Portable Document Format PDF. Og fyrir í Save og hérna sjáum við að við förum í Convert Text to Path, Rasterize Filter Effect, 600 dpi, dots per inch og svo smellum við hérna á OK. Og þá erum við orðin klár til þess að laserskera þetta einfalda nafnspjald.